ég fékk það fram sem ég vildi að tillitinu til að þessi skilaboð komu mjög skýrt til skila, milliliðalaust, að það skipti alveg ofboðslega miklu máli að vernda innri markaðinn, að við myndum ekki lenda á milli ef það kæmi upp tollastríð á milli þessara tveggja landa. Það við fengum ekki tryggingu, en það er vegna þess að við erum ekki komin á þann stað að það reynir á slíka tryggingu. Núna er ennþá verið að bregðast við fyrstu atrinu tolla, ef svo má segja. Ótrúlegt en satt eru þetta margar atrunur, en það er ríkur skilningur hjá Evrópusambandinu. Það kom skýrt fram að þau vilja passa upp á samband okkar við innri markaðinn og það kom líka fram að þau myndir láta okkur vita af einhverjum breytingum sem yrðu. Það verður þétt samband og það mun ekkert koma okkur á óvörum. Þau eru mjög áhugasöm norðurslóðir, Norður-Atlantshafið og þau eru mjög áhugasöm hvernig við getum til að mynda styrkt okkur í samstarfi í öryggismálum. Þannig að sumu-leyti kom það mér á óvart hversu mikill áhugi var til staðar, en þau eru líka meðvitundum að halda þessu sambandi jákvæðu og að styrkja það ennþá frekar og það eru þetta gríðarlega góð skilaboð fyrir okkur. Það er umræða þjóðaratkvæðagreiðslu sem að þið hafi boðað eigi síðar en 27. Kom þetta til tals á fundi þínum með von der Leyen og Costa í dag? Við ræddum þetta stuttlega, þetta var ekki megin inntak fundarins, en þau eru þetta forvitin, þau vilja þreifa fyrir sér hvernig hugurinn er heima og við ræddum það að þetta eru þetta innanlandsmál, þetta er í höndum þjóðarinnar og þau vita alveg í hvað ferli við erum að fara í. En þetta eru þetta bara spennandi og það verður áhugavert að sjá hvernig næstu misseri muni þróast.